Komið sæl og velkomin í landsbyggðir. Samgöngur líklega sá málaflokkur sem einna mest talað enda einn fjárfrekasti liðurinn í ríkisbókhaldinu og öllu viljum við til dæmis betri vegi en fjármagnið það ekki alltaf til staðar til þess að verða við óskum allra. En við ætlum að ræða samgöngumál á nokkuð breiðum grunni á Norðurlandi eystra og hérna eru komnir fyrst í setti tveir fulltrúar. Það sveitarstjóri Langanesbyggðar og forseti bæjarstjórnar Akureyrar. Halla Björk, ef við byrjum á þér, mikilvægis góðra samgangna, skipta þær máli fyrir byggðirnar? Í mínum huga eru góðar og greiðar samgöngur ein af lykilforsendu þess að byggðir dafni. Þetta bara grunnkerfi sem við verðum að hafa í lagi. Og við höfum séð það á síðustu árum hvað þetta hefur breytt miklu að þessi göng sem hafa komið bara hérna í kringum Akureyri. Nú ertu allt í einu farin að sjá í gegnum fjallið má segja og það styrkir alla hugmyndir að þetta sé eitt svæði og við verðum miklu sterkari fyrir vikið. Hvað segir Elías sveitarstjóri í Langanesbyggð? Fyrir ykkur, til dæmis á Þórshöfn, þá skipta góðar og greiðar samgöngur gríðarlega miklu máli? Já, þær eru bara grundvallaratriði fyrir byggð. Það mun ekki þrífast byggð á þessum afskekktu stöðum nema fyrir góðar samgöngur og góðar flutningsleiðir. Það alveg ljóst að það mun ekki og maður sér að göngin og ýmislegt að breyta miklu en við munum aldrei verða til langframa án góðra samgangna. Þórshöfn mikil útflutningshöfn, það eru miklar sjávarafurðir sem að renna frá ykkur, sjálfsagt bæði landleiðina og sjávarleiðina. Þá skiptir miklu máli að vera með góða vegi. Algjörlega og að þeir séu í báðar áttir eins og maður segir. Þegar við erum nú búin að vera að baslast með malarveg í aðra áttina frá okkur í mjög langan tíma og tiltölulega nýkomin í vegasamband með bundnu stillagi með Hófaskarðinu. Það í minni allra þegar ekki voru vegir til að komast. Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra, hefur kynnt nýja samgönguáætlun. Samkvæmt henni áætlað að taka upp gjaldtöku í öllum jarðgöngunum til þess að standa undir rekstri þeirra og viðhaldi, einnig til að búa til sjóð fyrir ný göng. Hvað almenningssamgöngur varðar, þá mun Vegagerðin taka við almenningssamgöngum áramótin. Á Norðurlandi eystra hefur Eyþing, samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, séð rekstur strætó. Sá rekstur hefur verið fjárhagslega erfiður miðað við þá fjármuni sem til staðar eru til þessa verkefnis. Sveitarfélögin skila sem sagt þessu verkefni til ríkisins áramótin. Skoska leiðin svokallaða verður tekin upp til þess að niðurgreiða flugfargjöld fólks á landsbyggðunum. Verið að útfæra þetta kerfi en fram hefur komið í fjölmiðlum að samgönguráðherra vonist til þess að þetta fyrirkomulag taki gildi síðla árs á næsta ári. Samgönguráðherra segir að skoska leiðin geti kostað á bilinu 600 til 1200 milljónir króna á ári. Þessu kerfi ætlað að jafna aðstöðu íbúa landsins og aðgengi að mislægri þjónustu með hraðtengingum eins og segir í áætluninni. Flugstefna Íslands lítur dagsins ljós í fyrsta sinn í samgönguáætlun. Þar talað að byggja upp innviði alþjóðaflugvalla landsins með áherslu á að þeir mæti sem best þörfum flugrekenda fyrir varaflugvelli. Egilsstaðaflugvöllur verði í forgangi að því leyti. Norrlendingar hafa talað fyrir því að Akureyrarflugvöllur verði byggður upp. Á norðursvæði Vegagerðarinnar að finna ýmis verkefni í nýrri samgönguáætlun, til dæmis nýja brú yfir Jökulsá á Fjöllum á tímabilinu 2005 til 2029. 2,2 milljarðar króna verði lagðir í norðausturveg Skjálfandafljót, helmingurinn á næstu 5 árum og hinn helmingurinn á næstu 5 árum þar á eftir. Nærri 1 milljarður fer í Dettifossveg á næstu 5 árum og 1,6 milljarðar í Bárðardalsveg vestri á árunum 2025 til 2034. Samgönguáætlunin kynnt á samráðsgátt stjórnvalda þar sem hægt að senda inn athugasemdir. Halla Björk, þú nú tvisvar eða þrisvar sinnum minnst ákosti eða oftar jafnvel búin að fagna nýjum Dettifossvegi sem að fór inn á samgönguáætlun. Já, akkurat og það svona dæmi þú heldur þetta sé að koma og það verið að byggja upp einhvern business fyrir viðkomandi samgöngubót og svo líður og býður og ekkert gerist og þá jafnvel búið að taka grundvöllin undan þessum fyrirtækjum sem alveg hrikalega bagalegt. Skoska leiðin til dæmis bara góð hugmynd og gild að gera okkur landsbyggðarfólkinu
frekar kleift að nota flugið sem samgöngubót. En það þarf eins og með allt annað að vera fjármagnað og ég sé ekki alveg og það er svolítið óljós skilaboðin sem við erum að fá hvernig á að fjármagna þessa leið. Af því að í einu orðinu er verið að tala þá að draga jafnvel úr samgöngum inn á Þórshöfn eða flugsamgöngunni á Þórshöfn og Vopnafjörð sem er alveg galið í mínum huga og það verður bara hreinlega að koma þarna auka peningur inn ef það á að fara þessa leið. Elías, það er flogið reglulega til ykkar á Þórshöfn? Já, það er flogið eins og dag, alla virkadaga og er alveg mjög mikilvægt að það flug haldi áfram og einmitt þessi óljósu skilaboð sem við erum að fá eru mjög bagaleg. Þar utan að þá er það þannig að við sem samfélag, og þá er þetta landið allt, höfum ákveðið að stjórnsýsla, háskóla, sjúkrahús, allt þetta verði í Reykjavík og það er sko eiginlega ótrúlegt ef við ætlum síðan ekki að gera þeim prósentum sem eru á landsbyggðinni kleift að sækja þessa þjónustu á skynsamlegu verði. Það er eiginlega alveg galið. Er flugið mikið notað hjá ykkur? Það er töluvert notað, það mætti vera notað meira en það er líka, kemur aftur því að verðið á því núna, þú ert að fljúga fram og tilbaka fyrir 56.000 eða eitthvað, þannig að þú ert ekki að skjótast í bæinn þér til gamans fyrir, það er bara ekki þannig. Þetta er einfaldlega of dýrt, þetta þarf að vera miklu ódýrara og að mínu viti eigum við líka að samþætta í rauninni almenningssamgöngur, flug, strætó og hvað það er. Við eigum að reyna að keyra þetta miklu meira saman. Og sama tíma við erum að draga sem samfélag úr kannski einhverju grunnþjónustu í þessum dreifðu byggðum, þá þurfum við náttúrulega að bæta samgöngunar. Þannig að þú getur nýtt það á þessum þá kjarnastöðum sem eiga að byggja upp einhverja þjónustu. Þegar þið Akureyringar eru að tala við þingmenn innanlandsflugið, eru þið þá að þrýsta á þessa skosku leið sem að er svona aðferðafræði að niðurgreiða flugið fyrir íbúana? Já, vissulega, við höfum fagnað henni. En á sama tíma viljum við auðvitað ekki að það sé dregið úr þjónustunni við okkar nær samfélagi eins og Þórshöfn og Vopnafjörð eða Grímsey sem við erum líka með. Og það þarf að hugsa þetta allt í einni heild og fjármagna hugmyndir sem að laga það svona fram. Annað sem að við getum rætt hérna þegar samgöngur eru annars vegar, það eru almenningssamgöngur, sem sagt strætókerfið. Sveitarfélögin eru að reka strætóin sem sagt hérna á milli byggðarlaga og líka tengingu við höfuðborgina. Já, við höfum verið landshlutasamtökin fengið þennan kaleik og ekki gengið sem skildi, en það var þetta ekki fjármagnað. Nei. Þannig að við höfum svona sagt nei takk í bili, við viljum ekki sinna þessu áfram, svona ófjármagnu verkefni. Hefur þetta ekki tekist, sem sagt, þetta módel? Mín skoðun er að það hafi ekki tekist nema á einstaka leiðum. Náttúrulega kannski speglar sú skoðun svolítið að því að við mistum þessa samgöngur, en við mistum þær að hluta vegna þess að þær voru ekki nógu vel skipulagðar. En mín skoðun er svo að þetta hafi ekki gengið og þess vegna hef ég líka sagt að við þurfum að hugsa þetta meira í heild, að við séum í rauninni að rútan geti verið að fara á næstu flugstöð og svo flýgur lengri leiðirnar og allt þetta. Við séum með heildstætt og samþætt samgöngukerfi í almenningssamgöngum. Er þá sem sagt staðan sú að strætóin hann gerir ekki út frá Þórshöfn? Nei, það er eitthvað 1-2 ár síðan að það vegna þess að við þurftum að spara hjá Eyþingi að þá urðum við að skera þá leið af og þannig að, en þetta er svona svolítið dæmi reyndar, allt þetta almenningssamgöngu dæmi þegar kemur yfir til þessara landshlutasamtaka þá er þetta svona, já, þetta var ekki alveg nógu vel gert held ég. Hvernig vilt þú að þessi mál þróist, Halla? Ég get bara að tekið undir með Elíasi, horfa á þetta svolítið heildstætt og bara aðalatriðið er að við komumst fyrir svona sæmilega sanngjarnan pening á milli landshluta með hvaða hætti, það er svo annað. Það er bara hægt að leysa þetta í einni heild. Og þar mætti taka líka inn ferjusiglingar sem við erum með til dæmis eins og til Hríseyjar og Grímseyjar. Ég meina, er þetta þjóðvegur og á þetta þá að vera frítt og svo framvegis. Veturinn hann svona er að skella á, Elías, þú ert alveg örugglega með ýmsar spekúlasjónir hvað varðar vetrarakstur og snjómokstur. Já, í grunninn stýr það bara því að ef að veður hamlar ekki þá á að vera opið. En það er ekki þannig? Það er ekkert alveg þannig og það er ekki alveg mokað alla daga þó að menn reynir svona að bregðast við. Við erum ekki með tryggar samgöngur þegar það er snjór og við höfum alveg upplifað það að vera einangruð á Þórshöfn
Svo get ég fara að tala við alls konar hliðarvegi og þar sem að Vegagerðin ákveður að láta okkur borga hluta í því með sér. Eitthvað sem að þeir sannarlega eiga ber ábyrgð á. En finnst ykkur þessar reglur snjómokstur, finnst ykkur þær vera sanngjarnar? Ég veit ekkert sanngjarnar, mér finnst bara þetta eigi ekkert að vera flókið. Ef það ekki veður sem hamlar, það á bara að vera opið. Það í rauninni það sem við erum að þurfum bara öll. Allar svona byggðir, hvar sem þær eru, það þurfa flutningsleiðir. Ef þú getur ekki flutt vöru frá eða til, þá bara snúnar að vera þar. Menn ekki sætta sig við eitthvað sem út af veðri, en þegar að veður gengið niður, þá bara að vera opið. Við ætlum að enda þessa umræðu á að þið tala millilandaflug. Það var haldinn stór fundur á Akureyri í síðustu viku og þar var forstjóri Isavia, við tölum við hann á eftir. Halla Björk, forstjóri Isavia, hann kannski sagði í raun og veru Isavia ekkert sérstaklega að fara að byggja upp Akureyrarflugvöll, það pólitíkin sem ræður. Já, hann sagði það eiginlega bara mjög skýrt. Og ef staðan svo, þá þetta náttúrulega bara hendi ríkisstjórnarinnar að taka þessa ákvörðun. Hvað var ekki Bretinn byggði upp Reykjavíkurflugvöll fyrir okkur og Kaninn Keflavíkurflugvöll svona mestu? Ég menn ekki, ætlum við að byggja þennan sjálf eða ætlum við að fá einhverja erlenda aðila í það? Þetta bara spurningum að sýna smá manndóm, setja í þetta einhverja 2-3 milljarða og klára dæmið. Hversu stórt hagsmunamál þetta fyrir Norðurland eystara að Akureyri sé millilandaflugvöllur? Það bara gríðarlega stórt hagsmunamál og við höfum verið öll sveitarfélögin hérna innan að Akureyri sé millilandaflugvöllur. Þetta sé það sem við verðum að fá til þess að ná aukinni veltu skulum við bara segja og byggja betur undir þetta samfélag sem hérna fyrir norðan. Hvað segir sveitarstjórinn í Langanesbyggð, stendurðu með Eyjafirðinum sem kannski svona mest að brasa í þessu máli? Að sjálfsögðu geri ég það og það hefur verið mjög góð samstaða hjá öllum sveitarfélögunum í þessu máli. Mér finnst reyndar ríkið á Isavia. Ég átta mig ekki alveg á því hvers vegna þetta ekki bara gert. Ég veit ekkert hversu mikið, ég átta mig ekki á því af hverju menn bara fara ekki í þetta. Þetta fyrirtæki sem alfarið í eigu okkar. Það að tala þetta sem einkafyrirtæki, það eru örfá ár. Síðan að Keflavíkurflugvöllur varð sjálfbær. Það bara einhver 12 ára eða hvað það Þannig að ég í mínum huga þá bara á að gera þetta. Það má bendi í því sambandi þeir gætu þá bara tekið arð hjá fyrirtækinu og setta í þennan öll, eða ef þetta svona flókið að nota fyrirtæki sjálft. Það allavega mjög auðvelt að halda því fram að bara einföld leið að nota arðinn af Isavia til að byggja upp innviði annars staðar á landinu. Ég held að það sé bara mjög einföld og þægileg leið til að gera þetta. En Norðlendingar, þeir eru búin að tala mjög lengi fyrir þessu, en þessi fundur á Akureyri þar sem þetta kom mjög skýrt fram, þetta sjónarmiði Isavia, setjist þið niður þá núna og svona farið að spá og spekulera hvort það eigi að breyta einhvern veginn svona hernaðar aðgerðir? Ég veit ekki hvort það breytist eitthvað mikið, við höfum náttúrulega verið að tala við pólitíkina ef það væri leiðin sem hefur bara gengið svona og svona. Ég held að hins vegar var alveg óbáslega gaman á þessum fundi að þessi fyrirlestrar sem kom frá þessum aðilum sem hafa verið að fljúga hérna inn á Akureyri, hvað þeir voru sammála að hérna væri tækifæri til þess að opna hina gáttina inn í landið og koma bakdyramegin eins og orðið eða inn í landið. Þannig að ég held að það svona styrki okkur í þeirri trú að við erum á réttri leið, við þurfum bara þennan hnykk að koma þessu á koppinn. En þetta samgöngur, góðar og greiðar samgöngur, hvort sem að það nú eftir þjóðvegakerfinu eða loftinu eða hafnirnar, þetta svona einn af þessum sterku innviðum hvers sveitarfélags og hvers landsfjórðungs. Já, ég meina góðar flutningsleiðir, hvort sem við erum að flytja gögn eða vöru eða fólk, það það sem að landið þrífst á, það æðakerfið. Þakka ykkur fyrir Halla og Elías. Við ætlum á eftir að fá til okkar sérfræðinga í byggðamálum til þess að ræða samgöngur. En fyrst skulum við heyra hvað forstjóri Isavia segir uppbyggingu á Akureyrarflugvelli. Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia. Hverjar eru áætlanir Isavia hvað varðar uppbyggingu á Akureyri og þá með tilliti til alþjóðaflugs?
Náttúrulega sem sagt það íslenska ríki í raun og veru sem að tekur ákvörðun þá uppbyggingu sem framkvæmd í innanlandsflugvallakerfinu og náttúrulega Akureyrarflugvöllur hluti af innanlandsflugvallakerfi Íslands. Við sinnum rekstrinum og við haldum bara sem sagt í samræmi við þjónustusamning og við í raun og veru stjórnum ekki hraðanum með ferðinni þar, enda fjármagnið líka kemur frá íslenska ríkinu í þessi verkefni. En það sem við náttúrulega getum gert og höfum verið að gera, við höfum náttúrulega reynt að nýta bara þá þekkingu og reynslu sem við höfum bara sem rekstraraðili flugvalla, í raun og veru öllu kerfinu til hagsbóta, hvort sem það Keflavíkurflugvöllur eða landsbyggðarflugvöllirnir. En þið hjá Isavia, þið væntanlega skynjið mjög þrýsting frá heimamönnum töluverða uppbyggingu á Akureyri. Já, ekki spurning, við gerum það og það hefur náttúrulega gegnum tíðina svolítið verið að litið á Isavia sem svona þann aðila sem á að standa undir fjármögnun og allir uppbyggingur og annað slíkt, sem náttúrulega ekki sem sagt hugsunum með Isavia og þegar Isavia var stofnað þá var það svona svipað eins og bara með aðra alþjóðlega flugvelli út í Evrópu að þeir fara úr ríkisrekstri í það að vera hlutafélagavættir, oft í eigu viðkomandi ríkisins á Íslandi, að þá það gert til þess að flugvellir getur svona fullnýtt þau viðskiptatækifæri sem til staðar. En það þannig með alla innanlandsflugvellina á Íslandi að það enginn þeirra sem stendur undir sér og kemur að sinna það á eftir og mun ekkert endilega gera það til framtíðar. Þannig að það raun og veru að ætla sér að sækja fjármagn til hlutafélags eða einkafjárfesta eða hvernig sem við viljum orða það, að það eiginlega bara gengur ekki upp. Þetta alltaf ríkisfjármunir, þetta alltaf Alþingi sem þarf raun og veru að úthluta þessum fjármunum í þessu uppbyggingu sem stendur ekki undir sig fjárhagslega, en hún stendur mögulega undir sig samfélagslega og fyrir samfélagið í heild. Og það sú nálgun sem við þurfum að fara að taka á þessu umræðu, ekki bara að horfa í sjóði hlutafélagsins, heldur að fara að horfa í sjóði ríkisins, því að þar eru raunverulegu samfélagslegu verðmæti. En byggðapólitíkin, hún spila líka þarna inn í væntanlega að einhverju leyti? Algjörlega, og byggðapólitíkin, því þetta eins og ég segi, þetta náttúrulega bara byggðamál, þetta ekki viðskiptatækifæri sem fólgið í uppbyggingu til dæmis Akureyrarflugvelli, þetta byggðamál og þetta gott fyrir byggðina, þetta gott fyrir atvinnulífið, ferðaþjónustuna, hvernig við erum að dreifa íbúðum landið. Það styður við náttúrulega bara byggðastefnu hins opinbera, almennir samgöngustefnu og allt slíkt. Þannig að fyrir íslenska ríki þá hefur þetta fullt af verðmæti að setja fjármuni í það að byggja upp Akureyrarflugvöll, en það þarf að gera það þá bara með það við þurfum að hafa það í huga að þeir fjármuni skila sér ekki tilbaka í krónum og aurum, enda líka eiga þeir ekkert endilega þurfa þess. En hvað segir Isavia fyrsta varaflugvöll fyrir Keflavík? Verður það Egilsstaðir eða Akureyri? Náttúrulega þessi varaflugvöll umræða, hún fór svolítið á mikið flug núna svona síðustu mánuð og kannski síðustu ár. Náttúrulega Egilsstaðaflugvöllur svona flugtæknilega séð þá hann skýrst með betri heldur en Akureyrarflugvöllur á þessu leitinu til. En við leyfum svolítið flugfélögunum að hafa skoðun á því. Þetta kannski ekki það sem við höfum skoðun á, en ég kannski bara vísa til þess sem Icelandair hefur sagt, að þeir hafa sagt að fyrir Icelandair að þá dugar að við erum með Egilsstaðaflugvöll svona sem fyrsta varaflugvöll, en við svo sem höfum ekki leyft okkur að hafa endilega skoðun á því. Aftur þar förum við bara svolítið eftir þörfum annarra heldur en okkar kannski. KEAM í Eyjafirði hefur boðist til þess að byggja nýja flugstöð á Akureyri og leigja hana síðan út. Hvað segir forstjóri Isavia þessar hugmyndir? Þetta alveg góðar hugmyndir, en aftur komum að því að þarna það komin aðili, einkaaðili, sem reiðubúinn til að reisa flugstöður og fjármagna hana, en hann þarf síðan að sækja arðsemina af sínu fjármagni þá til hins opinbera í gegnum leigusamning, hvort sem það til okkar og við síðan speglum það til ríkisins eða beint til ríkisins, en þarna komum við aftur á grunn vandans að það ekkert endilega vandi, en þetta er þannig að þarna kemur einkaaðili, hann vil reisa flugstöð, en hann ekki reiðubúinn að greiða fyrir hann og tapa peningum á henni, af því að þetta aðili sem starfar á hlutafé, og minn íslenska ríki ekki að tapa peningum þó svo að greiði með rekstri flugstöðarinnar. Þannig að það flott ef að KEA gerir það, en það þarf ykkur á endanum að greiða fyrir í raun og veru þennan skort á arðsemi, fjárhagslega arðsemi sem í rekstri flugvallan okkar út á landi. En þessi mikli þrýstingur Norrlendinga að byggja upp flugvöllin, þetta sanngjörn umræða í garð Isavia, finnst þér? Nei, við náttúrulega lendum hann á milli, við erum sett þarna sem í eitthvað hlutverk sem ekki okkar hlutverk og það hefur verið svoleiðis gegnum tíðina og það við séum í dag að bæði að ræða við ykkur og eins á í hofi að ræða á þessum fundi að við erum svona smátt að reyna að koma þessum skilabóðum til skila.
Þannig að nei, hún ekkert verið sanngjörn en þú veist, við erum alveg með breitt bak og allt svoleiðis en það sem samt mikilvægast í þessu það að við varum að koma bara hlutunum fram nákvæmlega eins og þeir eru. Þetta var Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia, en við ætlum þessu næst að ræða við 2 sérfræðinga sem hafa mikið velti fyrir sér samgöngumálum. Þetta eru þau Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir hjá Þekkingarneti Þingeyinga og Jón Þorvaldur Heiðarsson hjá Háskólanum á Akureyri. Lilja, ef við byrjum á þér, skipta samgöngur miklu máli þannig að sveitarfélögin fái að vaxa og dafna? Góðar samgöngur eru einfaldlega bara orðnar grundvallar forsenda þess að byggð geti þrifist á þessum stöðum á svæðinu okkar í dag. Og eins og við höfum bara séð skipulag með tilliti til stjórnsýslu og atvinnu á svæðinu að þá hefur hún þróast í það átt að sveitarfélögin eru orðin það háð hvort öðru að við höfum ekki lengur svigrúm til þess að hafa hindranir í samgöngum lengur. Þannig að ég held að þetta sé algjör grundvallar forsenda til þess að svæði virki. Jón Þorvaldur, hvað segir þú samgöngur þegar þú keyrir eftir þjóðvegakerfinu? Finnst þér að hafa drabbast niður á undanförnum árum? Nei, mér finnst það nú ekki. Mér finnst það nú verið svona þokkalegu standi svona þessar meginleiðir. Þannig að en ég er mikill áhugamaður að stytta leiðir og ég vil að við höldum áfram að gera það og helst á þann hátt að vegfarendur borgi fyrir það og við getum þá farið í stærri og fleiri framkvæmdir heldur en að ríkið sé að borga það alltaf. Og það svolítið skondið sko að þegar núna umræðan komin að fara í svona vegabætur og láta vegfarendur borga, þá aldrei sagt eins og gert í Vaðlaheiðargöngum. Ég veit ekki alveg af hverju það aldrei sagt. En hvernig vilt þú stytta leiðirnar? Já, við erum náttúrulega búin að stytta töluvert hérna í Eyjafirði. Við erum búin að stytta hana gríðarlega til Siglufjarðar með göngu og þanga. Við erum búin að stytta hérna austureftir með Vaðlaheiðargöngunum. Og það eru eftir styttingar bara til Húsavíkur til dæmis. Það hérna gömlu brú sem einbreið og það stytting upp á 3 kílómetra sem þyrfti nú helst að fara í. Það hægt að stytta fram hjá Mývatni líka og stytta milli Akureyrar og Mývatns og fleira. Það meira sagt að stytta aðeins á milli Egilsstaða og Akureyrar hérna austan megin. Lilja Berglind, hvað segja Húsvíkingar Vaðlaheiðargöngin? Það talað að þessi stytting og þessar samgöngubætur að þær geri það verkum að þetta sé orðið eitt atvinnusvæði til dæmis. Já, klárlega. Og ég held að þetta hafi bara á allan hátt aukið lífsgæði okkar. Og að þurfum ekki að hafa áhyggjur af því hvort að Víkurskarð sé opið eða ekki, bara fækkar svona streituvöldum og þetta já, ég myndi segja það að þetta hafi gert líf okkar töluvert mikið betra. En þegar maður keyrir til Húsavíkur eða frá Húsavík að þá þarf maður að fara yfir 2 eða 3 einbreiðar brýr og það eru svo að gatnamót 2 eða 3. Þetta er nú ekki nóg gott. Þetta er alls ekki nóg gott og eiginlega óskiljanlegt að þetta þurfa að vera svona í dag og ég held að við hljótum bara að fara að sjá breytingar þar á. Tölum næst svolítið innanlandsflugið við ræddum við Höllu Björk og Elías hérna fyrr í þættinum skosku leiðina. Jón, þú hefur svolítið spáð í þessi mál. Já, ég hef verið að skoða flug svona á og til, kannski meira utanlandsflug heldur en innlandsflug en nú er verið að segja okkur að innlandsflugið sé að berjast í bökkum og það er náttúrulega verulega slæmari fréttir. Og manni finnst það hljóta vera að einhver leiðar eins og þessu skoska leið, sko, hún ætti að náttúrulega auka okkar lífsgæði sem búum hérna, að komast til Reykjavíkur og komast þannig til útlanda líka, því að við komumst ekki beint til útlanda hérna nema svona einstaka sinnum. Og svo ætti þetta þá líka geta styrkt aðeins grundvöllin fyrir innlandsfluginu ef að það ef að rekstrargrundvöllur þar er orðinn eitthvað ótryggur. En hvers vegna á að niðurgreiða innanlandsflug? Er eitthvað réttlætt í því? Já, sko, þarna ertu komin að kjarna málsins. Er rétt að gera þetta svona eða er rétt að kannski flytja einhverja þjónustu sem er eingöngu Reykjavík að flytja hann eitthvað lengra frá Reykjavík, eins og til Egilsstaða og Akureyrar eitthvað slíkt? En það eru náttúrulega sum fyrirbæri sem eru fjármögnuð af allri þjóðinni en eru bara Reykjavík. Eins og Þjóðleikhús, sinfóníuhljómsveit og eitthvað slíkt. Og þá má spyrja, er ekki alveg eðlilegt að við höfum aðeins betra aðgengi að þessu heldur en að þurfa að keyra 1 dag fram og tilbaka ef við viljum komast á sinfóníutónleika? Lilja Berglind, það flogið beint á Húsavík reglulega? Já,
Það er flogið reglulega og þar skiptir miklu máli þáttaka stéttarfélaga í niðurgreiðslu á miðanum og að við höfum getað fengið gegnum stéttarfélögin ódýrari miða sem að í rauninni gerir okkur kleift að fara ofta suður. Verkalýðsfélagið sem sagt á Húsavík Framsýn, það sem sagt ég kaupir bara mikið magn af farseðlum og endur selur síðan og fær einhvern afslátt sem að neytendur þá njóta góðs af. Já, þetta gera þeir og taka þar með þátt í þessu fyrir samfélagið. Hvernig er umræða svona á Húsavík? Eru íbúarnir ánægðir með þetta? Þeir eru mjög ánægðir með þetta og við hjá Þekkingarnetinu vorum með könnun síðastliðið ár þar sem að framkom að yfir 70% allra þeirra sem hafa flogið hafa nýtt sér með þessa miða stéttarfélagsins og yfir 80% hafa flogið á síðustu 12 mánuðum þannig að þetta er virkilega góð samgöngubót. Almenningssamgöngur, þær hafa verið reknar hérna á þessu svæði af sveitarfélögum en dæmið er ekki að ganga upp. Nei, það gengur illa. Og maður náttúrulega velti fyrir sér þá sko borga sig að standa í þessu eða ekki. Og ég er svo sem ekki með svar við því. Ég held að sumar leiða sé nú reyndar ágætis grundvöllur fyrir en öðrum minna. Við Akureyringar nú held ég ekki að nýta okkur þetta nógu mikið. Og kannski ættum við að nýta okkur þetta meira en við erum gjörn á að setjast bara upp í bílinn og keyra. Hvað segja Húsvíkingar almenningssamgöngur? Skiptir það miklu máli fyrir þó Húsavík til dæmis að það séu góðar almenningssamgöngur sem að fólk þá nýti sér? Það skiptir okkur öllu máli einfallega og þetta skipulagið einfallega orðið þannig að við þurfum að sækja grunnþjónustu inn á Eyjafjarðarsvæði og svo þetta bara atvinnu þáttaka orðin þannig að svæðið orðið stærra. Þannig að þetta skiptir okkur öllu máli að komast á milli. Og það er ekki lengur þetta svigrúm að bíða, að geta beðið í sólarhring eftir þjónustu í atvinnulífinu eða öðru þannig að þetta er orðið algjört grundvallar mál. Og ég bæta þess við þetta. Sko, samgöngur orðnar svolítið öðruvísi konsept ef maður má sletta heldur en var hérna áður fyrr. Hérna áður fyrr þá snýrst þetta allt það hvað við þyrftum að gera við Íslendingar, hvert við þyrftum að fara og slíkt. En núna erum við komin með stærstu útflutningsgreinina ferðaþjónustu. Og þá eru samgöngur komnar í allt annað samhengi. Þá eru samgöngur orðnar grundvöllur fyrir því að það sé hægt að stunda þessa atvinnugrein. Og við getum þá náttúrulega séð í hendi okkar hvað þetta er mikilvægt fyrir okkur, að þetta sé í lagi hjá okkur. Því að án góðra samgöngur hérna, þá getum við ekkert verið með í þessari uppbyggingu á þessari atvinnugrein. Og ekki þá lagt skerf til íslenska landsframleiðslu eins og þetta svæði getur vissulega gert. Þannig að þið eru nokk sammála það að samgöngur þær skipta miklu máli. Það skipta gríðarlega miklu máli. Það skipta miklu máli ennþá meira máli heldur en gera áður. Lilja Berglind og Jón Þorvaldur, bara þakka ykkur fyrir og hérna setjum við punktinn yfir ið.